Eru tilbúinir? Já. Ok, þá bara kynnur þig eitthvað svona og sjálfbærnifélagi. Gefst bara svona 20 sekundur eða svona. Já. Á ég að segja sjálfbærnifélagi. Ok, nú ertu live. Jú. Það komið sæl og velkomin á fund sjálfbærnifélags Pírata. Ég kynni mig aðeins að ég heiti Geir Guðmundsson og er verkfræðingur og verkefnisstjóri á Nýsköpunarmiðstöð og ég ætla að fjalla hérna nýsköpun og sjálfbærni og svo ég segi svona aðeins meira frá mér sko, ég er nú komin á 60 og er sem sagt búinn að vinna alla mína ævi við einhvers konar nýsköpun, lengi vel hjá Nýsköpunarmiðstöð en líka í öðrum fyrirtækjum og þannig að ég tel mig þekkja nokkurn vel svona hvernig nýsköpun gengur fyrir sig. En það er spurning með sko hvernig fólk tengir þetta við sjálfbærni og umhverfismál, það er kannski ekki að fyrsta sem fólki dettur í hug og ég var einmitt að hugsa svona hvað það er sem að fólk kallar nýsköpun og þá er fólk kannski að hugsa já, fullt af nýjum vörum, það er svona meiri neysla og meira rusl, henda þessu gamla og fá eitthvað nýtt eða ný tækni sem þýðir bara meiri orkueyðsla og sóun og akkur getur ekki bara að lifa eins og amisfólkið sko. Nú fjárfestingar og framkvæmdir, það er yfirleitt eitthvað sem skemmir umhverfið, virkjanir og fleira, hagvöxtur, það er eitthvað sem er ennþá meira rusla, ennþá meiri neysla og svo er talað oft aukna framleiðni, við þurfum að hlaupa hraðar og eyða meira og meira stress og þá spyr maður er þetta ekki bara allt eitthvað neikvætt fyrir umhverfið og ég er nú kannski ekki alveg sammála því en byrjum á því aðeins að skoða betur hvað nýsköpun er sko. Fólk ruglar oft saman það sem við kallum á ensku invention og innovation. Invention er meira svona uppfindingar, menn innovation er meira svona það sem að snýst það að gera eitthvað öðruvísi, breyta einhverju. Það er að segja nota hráefnið betur, nota orkuna betur, nota vinnuaflið betur, nota fjármagni betur. Þannig getur verið nýsköpun fyrir bónda að kaupa sér nýjan traktor. Það er ekki endilega einhver ný tækni, hann er bara að nýta landið sitt betur og nýta ákasta meira eða eitthvað svoleiðis. En svo náttúrulega líka svona eitthvað breakthrough tækni sem að getur haft verulega áhrif á þjóðfélagið. Og það er nú oft sagt okkur sko verkfræðingar sko, við berum svona viss ábyrgð á þessu, við erum vondukallarnir sem er að byggja virkjanir og við erum að skemma, búið til ljót hús og vegi og öll þessi iðnbylting en okkur að kenna, við fórum út í þessu orkueyðslu og allar þessar verksmiðjur. En við erum sem sagt líka mjög meðvituð þessu umhverfismál og sem dæmi má nefna þegar ég byrjaði í verkfræðinámi fyrir meira en 30 árum síðan þá var verið að kenna okkur þá umhverfismál sem var algjörlega nýtt á Íslandi. Því menn gerir sér alveg grein fyrir að þetta mundi verða stórt vandamál í framtíðinni. Og en svona, svo ég haldi áfram með svona hvað nýsköpun er að þá erum við að reyna að skapa meiri velmegun og fyrst og fremst að svara þörfum fólksins á betri hátt. Bara, já, fólksaðalega, en ég segi náttúrulega líka atvinnulífs, það er náttúrulega atvinnulífið bara fyrir fólkið sko. En nýsköpun, hún snýst ekki endilega að búa til einhverja gerviþarfir, en það er kannski oft sem fólki finnst það að við séum alltaf að búa til einhverjar nýjar þarfir sem eru óþarfar og bara valda mengun og óþarfa og sóun og sorpi og fleira sko. En það er kannski eðlilegt að nýsköpun, hún fókusar svolítið á sko hvað er heitt í dag og núna eru umhverfismáli mjög heitt. Þetta er brýnt vandamál því við stöndum fyrir alveg geigvænlegum breytingum á samfélaginu okkar sem hreinlega bara getur verið að drepa sko tilvist okkar hérna á jörðinni. Þetta er eitt mesta breytingaskeið sem jörðin hefur gengið í gegnum. Og þannig að það er mjög eðlilegt að við séum að fókusa meira á umhverfismálin. Hérna er ágætis kona, Dr. Snjóli Ólafsdóttir, hún er umhverfisfræðingur og rekur fyrirtækið sem heitir Andrými og það er mjög gaman að fá hann til fyrirlestara því eins og hún segir sko umhverfisvernd er ekki barátt og það er það sem fólk finnst svolítið, það er hrætt og þetta sé eitthvað rosalegt og við þurfum að mæta nú Austurvöll og mótmæla og fara að berjast og fara að breyta lífstílum okkar. En hún segir slakið bara aðeins á, þetta getur vel verið, þetta verið bara miklu betra og það er miklu meiri tækifæri í þessu. Og þetta fór mér til að hugsa þegar hún spurði okkur hún mætti til okkar Nýsköpunarmiðstöð og hélt fyrirlestur, mjög skemmtilegan fyrirlestur. Og var nú gaman að geta að fengja hana til Pírata jafnvel sko, ef við þurfum ekki að borga mikið fyrir hana. En hún spurði okkur svona hvað erum við að gera sem einstaklingar, þannig bara fullt að gera sjálfum, maður er ekki að bíða eftir að stjórnvöld gera eitthvað. Þá fyrir að hugsa sko að þetta er ekki bara það sem maður er að gera sjálfur með sko hjól í vinnuna eða flokka sorpið og þetta dótar í sem flestir reyna að gera.
heldur líka það að sko bara ég fór að velta fyrir mér þessi verkefni sem er í vinnunni og ég sá bara að mikið af það sem ég að gera snýst bara umhverfisvernd og ég fór að velta hvað aðrir að gera hérna á samsöngum þá bara sá ég hvað þetta var rosalega mikið að gerast á nýsköpunarmiðstöð sem tengist umhverfismálum og hvað gríðarlega mikil tækifæri geta verið í umhverfismálum og það sýnir ykkur hérna 2 bækur fyrri bókin sem þetta er auðvitað á þýsku sem ég keypti fyrir einhverjum þetta er 23-24 ára gömul bók en þetta er eins og stendur hérna á þýsku Der neue Bericht an der Club of Rome ég veit ekki hvort þið munið eftir Club of Rome en ég er það gamall og þegar ég var barn og unglingur sko þá kom út hérna bók sem heit Endimörk vaxtar sko og þar var bara spáð því árið 2000 þau væri bara heimurinn og heljar þröm við myndum bara vera að berjast síðasta matabitan og öll olían búin og allt í hassi sko og það náttúrulega vorum við sem vorum unglingar og börn þá bara drullur hrætt alveg eins og börn eru hrætt núna út af umhverfisbreytingunum en síðan fórum við átt að segja á því að þetta var ekki alveg að gerast og þá góður þessa bók út sem heitir Factor 4 með ný skýrsla sem segir bara heyrðu við getum bara tvöfaldað velmegun en samt nota bara helming af náttúruauðlindum til þess að ná því markmiði bara með nýsköpun og að spá gera hlutin öðruvísi og á þess að fórna neinu og þetta er nokkurn veginn það sem hefur verið að gerast bílar hafa verið að nota minna af eldsneyti og minna efni í þessu og fleira og þarna í þessari bók er bara tekið fyrir fullt af dæmum bara raunverulegum dæmum sem að hafa orðið að veruleika eða voru tækifæri á þeim tíma hinn bókin sem til hægri heitir Prosperity of Growth sem að kom út kannski fyrir 10 árum eða svo þetta er Jim Jackson sem er prófessor í Bretlandi í svona umhverfismálum og hann var fenginn af ríkisstjórninni sem gera svona nefnd hvað við að gera í þessum sustainable efnum og hann náttúrulega sá fram á það eins og flesti geta við getum ekki endalaust stund að fengi hagvöxt á jörðinni við búum í takmörkuðum heim alveg sem við komum stað í Club of Rome og þetta myndi ekki við getum ekki það eru bara eins og hann sagði það eru bara brjálæðingar eða hagfræðingar sem halda að við getum vaxið endalaust og en það þýðir ekki þar með að við getum ekki haldið áfram að blómstra og búið til fína velmegun án þess að hafa hagvöxt og hann sýndi fram að þessari bók sem var svona mjög tímamóta verk en hann hefur komið til Íslands sem maður við höfum Kristínar Völu Ragnarsdóttur hún er í hópnum svona sem er að spá í umhverfismál og hann sagði bara strax á stjórnmálamenninni voru búin að tala þetta þá fóru þeir voru fannst þetta alveg frábært en svo fóru þeir út og á fundi með fólkinu og sagði já við höfum aukin hagvöxt það er bara platan sem fer í gang við höfum alltaf aukin hagvöxt og þetta er kannski misskilningu að því hagvöxtu þýðir ekki bara meiri velta, meiri sóun, meiri eyðsla en það þýðir endilega okkur líði betur og en við þurfum bara í alveg að fara að skoða þetta og einbeita okkur með nýsköpuna á þessu sviði og þetta er nefnilega mjög mikilvægt að við Píratar sem stjórnmálumenn Pírata átti sig á þessu og fara að að tala ekki alltaf bara hagvöxt en við höfum líka að passa okkur að veikja ekki upp ótta og hræðslu þannig að það er oft þeir sem er að vekja upp ótta og koma svo með lausnina eins og til dæmis við verðum var við svona populistar í dag að við heyrum í orkupakka 3 það er verið að skapa vola hræðslu og svo segja við höfum lausnina, við erum góðu gæðinir við sáum þetta líka í Finnlandi núna í síðustu kosningum í gær eða helgina þar sem þeir sögðu þið þurfið ekkert þessi flokkur sem sagði við þurfum ekkert að fara að fórna lífstílinn ykkar út af umhverfinu, við erum bara í góðum málum það voru þeir sem sigruðu en ekki þeir sem voru að segja nú erum að fara að gera átak í umhverfismálum þannig að það er ákveðin hræðsla í gangi líka en heyrðu, þið þekkið þetta þetta er eitthvað merki sem ég alveg nýtt Píratar þetta er það sem kallar nei ok, fyrir ekki en það er þetta er þessi mynd af sustainable goals sem er frá Sameinuðu þjóðunum og við höfum þessa mynd hangandi upp í vinnunni okkur og þegar maður fer að horfa á þetta þá er alveg ótrúlega mikið á þessum sustainable goals sem við tengist verkefnum okkar og ég sé það að verkfræðistofur og fleiri eru fannar bara að merkja verkefni sín með þessu hvaða sustainable goals við erum að vinna að núna þegar við erum í þessu verkefni og og það er nefnilega kannski já, ég gera það nefnilega ekki núna en það sem ég ætla að reyna að sýna ykkur núna eftir
ég ætla bara að fara svona yfir fullt af verkefni sem við erum að gera á Nýsköpunarmiðstöð og á hvaða sviði hvernig það tengist umhverfisvernd. Þannig að ég fer bara svona svolítið hratt yfir og svo get ég bara spurt mig, því við höfum þetta bara svolítið meina eins og rapp sko, því summa af þessum verkefnum þekki ég kannski ekki alveg í þaula, en get svona sagt ykkur hvað gengur í stórum málum. En svo ætla ég að fara í nokkur valin verkefni, til dæmis ætlum að tala um álver, kálver, áburðarverksmiðju og fiskveiðar. Þetta virðist nú ekki vera mjög svona hátæknilegt eða spennandi, en ég ætla að reyna að segja ykkur frá verkefni sem að tengjast umhverfinu á þessu sviði og geta haft mjög dramatískar afleiðingar, ekki bara fyrir Íslendinga heldur fyrir allan heiminn ef vel tekst til. Og svona ef ég reyna að flokka þetta niður, svona hvað við erum svona á sviði umhverfismála, svona bara ég almennt segja sko hvað Nýsköpunarmiðstöð, hún er svona skipt í nokkra deildir eða svona svið og við vorum náttúrulega 2 stofnanir, Iðntæknistofnun og Rannsóknum byggingar sem sameinuðust og Rannsóknum byggingar, það var aðalega að vera að spá í byggingar og byggingatækni og vegar, vegi og svoleiðis, brýr og fleira, meðan aftur á móti Iðntæknistofnun var meðal annars að þróa fyrir iðnaðinn og hjálpa frumkvöðlum. Síðan komu þarna líka inn efnagreiningar sem eru svona batteri sem er einn öflugasta efnagreiningarstofa hérna á landinu og vinnur fyrir fleiri fjölmarga aðila. Og svo er líka svona alþjóðasvið sem er að hjálpa fyrirtækjum og frumkvöðlum að tengjast út á við og sækja í erlend fjármagn og koma á tengslum við erlenda aðila. Og svo er kannski svona stærsta deildin sem eins og sem ég vinn á hér með þetta efnislíf og orkutækni, sem eins og orðið segir, við erum í efnistækni sem er á alls varðandi hvernig við notum efni og nýtum það sko, það er að segja ekki sko efnafræði heldur sko material science kallaðir eða bara málma og tré og plast og alls svoleiðis hluti. Og svo erum við líka í líftækni og orkutækni og heilbrigðistækni og fleira á þessu sviðum. Svo erum við náttúrulega með eina deild sem sér að halda utan okkur öll og veit okkur þjónustu. En umhverfismálin, þau tengjast náttúrulega mörgum þessum deildum og eina til dæmis að það er svona hlutverk okkar hérna í samfélaginu að fylgjast með svona ýmiss konar óhefðbundnar aðferðir til þess að framleiða orku. Og jafnvel innlent eldsneyti og fleira. Nú svo er eins og efnagreiningar sem eru umhverfisvöktun fyrir ýmsar stofnanir og stórið og fleiri og láta okkur vita ef eitthvað er að fara úrskeiðis. Nú svo er líka eitt sem við höfum að spá í, það er orkusparnaður. Þetta er ekki bara spurning að sko finna nýja orku eða eitthvað slíkt, heldur líka er fullt að tækifæri með spárorku. Nú svo er náttúrulega Rannsóknum byggingarinnar er að vinna í alls kyns vistvænum byggingum og við erum líka að spá í svona umhverfis svona matvælaframleiðslu. Ísland hefur alltaf verið stór matvælaframleiðandi, við flytjum út fisk, hefur verið mjög stór hluti í okkar tíma. Og nú svo er stóri en hún er líka mjög stór hluti í íslensku atvinnulífi. Við erum að reyna að auka þar og fara með snjallvæðing og búið til nýja ferla og draga úr mengun þar. Og svo er ýmiss konar ný efni og bætt efnisnýtni sem þetta snýst um. Þannig þetta er allt svona, þetta tengist allt, en ef ég fer aðeins í þetta svona hvað getur við kallað svona óvenjulega raforkuframleiðslu. Þá get ég nefnt til dæmis sjávarorku. Þetta er eitthvað sem við erum búin að fylgjast með frá aldamótum, þar sem við erum að menna að spá í svona sjávarfalla og streymisorku, ölduorku og seltuorku. Allt er þetta tækni sem er á hraðri þróun og er víða að fara að nota en hún er mjög dýr. Þannig að til þess að geta nýtt hann eins og í Bretlandi þar sem menn eru það er mikið að sjáföllum, þar sem menn eru að setja upp sjáfallavirkjanir, þá þurfa þeir að niðurgreiða raforkuna því hún er svona 10-falt til 20-falt dýrar en svo orka sem við erum að nota. Og þeir gera það þannig að þeir eru með kjarnorkuver og gasorkuver og kolorkuver sem þeir skattleggja fyrir að menga og nota svo mengunarpeningan til að greiða niður sólarorku og það var vindorka, nú er vindorkan á samkeppnishæf og sjáfallavirkjun og fleira sko. Þannig að þeir eru svona beina að jafna út tækifærin til þess að leyfa nýjum umhverfisvænum orkutækni að koma inn sko. Nú svo getur við að tala til þess varmadælu sem er allt og lítið notar hér, það er nú reynda bara tækni sem er vel þekkt og til þess Svíþjóð þá eru flest öll hús notuð varmadæla og svo ég segi bara aðeins hvað varmadæla er þá er það eins svona svipað með sjátt eins og öfur ískapur, nú snýr bara innliðin út og bakliðin inn. Þannig að þú ert raunverulega að kæla himingeiminn og svo orka sem að fyrir það hún kemur inn í staðinn sko. Þú kannski kælir útilofti úr -4 í -5 gráður, gríðarlegt magn, en í staðinn getur þú fengið orku til þess að hækka úr 18 gráðum í 20 gráður innan hjá þér sko, sem er á miklu minna rými. Og svo farið líka orkunum sem fyrir að gera þetta
hún fer sem varmi inn sko. Þannig að þú getur verið bara hérna í húsum, maður getur verið að spara 2-falt til 3-falt bara með að nota lofthitann. En svo er líka hægt að nota aðra hitameila eins og menn eru til dæmis að prófa þetta með HS orku út í Vestmannaeyjum að nota sjóinn. Og veturnar er sjórinn alveg sko 4, 5, 6, 7, jafnvel 10 gráða heitur. Og það getur verið frost í landi, en þá eru menn að kæla aðeins sjóinn niður og til þess að hita húsin. Og áður fyrir var þannig í Vestmannaeyjum að menn voru með hérna, eins og vitið, það var hérna eldgos í Vestmannaeyjum og það rann hraun. Og menn notuðu tækifæri eftir að hraunið var að byrja að storkna, það var ennþá heitt og settu lagnir út allt og tóku hitan úr hrauninu. En nú er hraunið orðið kalt þannig að það hitar ekki lengur. Og þeir voru síðan að kaupa Vestmannaeyingar ódýra raforku á nóttunni sem hituðu upp í geymum og leiddu síðan í húsin sko. Þannig að hitaveitan var fyrir staðar en núna bara er ekki lengur hægt að fá ódýrt rafmagn því það er svo stór hluti af rafmagninu sem við notum nota bara jafnt og þétt í stóriðuna til dæmis. Þannig að það er ekkert svona ótryggt ódýrt rafmagn lengur. Þannig að þeir eru að spáði þetta og þetta er hægt að nota á fleiri stöðum en vandamálið er líka á þessum köldu svæðum sem við höfum í dag. Þá er fólk í gömlum húsum sem eru jafnvel orðin lág í verði fasteignamati út af því að markaðurinn á svæðinu er kannski ekki sérlega sterkur. Þannig að það letur fólk til þess að sko gera við endurbætur og fara í breytingar húsna sína því það er ekkert víst að fá það tilbaka. Jafnvel þó að ríkið sé tilbúið að segja ok, ef þið setjið upp varmadælu þá erum við tilbúin að borga fjárfestinguna gegn því að þið fáið ekki niðurgreitt rafmagn í annan tíma. Sko það kemur á samanstæð niður fyrir ykkur en þið tapið ekki á því. En það hefur verið reiknað út af til þess varmadælur. Það er ódýrasta virkjunarkostur sem við höfum í dag vegna þess að fjárfestingin í því er minna heldur en sem kostar það að byggja nýja virkjun sem gerir framleiðið saman magna raforku og hægt að spara með þessu móti. Nú síðan eru menn í alþjóðlegum verkefnum eins og til dæmis að nota jarðvarmatækni sem við þekkjum hérna á Íslandi á svæðum þar sem er kannski jarðvarmi í jörðinni en kannski út af geislavirkni eitthvað slíku en það er engin vökvi og þá eru menn kannski að nota gamlar borholur eða vatnshólur og dæla vatni sem og sprengja sig í gegnum þetta og þá hitnar það vatn og svo er að tekið upp annar staðar og nota til að hita og framleiða. Og svo er menn líka er önnur tækni sem hefur vel þekkt það er svona rafmagn og lágvarma jarðhitatækni. Ég er í þessu hef svona aldrei efasemdir það er ennþá líka og dýrt fyrir Íslanda því orkan hérna er tiltölulega ódýr. Það er erfitt að réttlæta það. Nú við getum verið að tala verk eins og kæling með afgasvarma. Og hvað er það? Jú, bara sem dæmi þá eru skip að kæla fiskinn borð með kælitækni sem að notar stórhættuleg gasefni sem eru 1000 sinnum virkar í gróðurhúsategund en koltvísýringur. Ef þetta losnar út þá er það mjög slæmt fyrir umhverfið. Við erum hins vegar með allar varmavélar eins og skipavélar, það er að henda svona 60% af orkunni sem varma út bara. Og við höfum verið í verkefni, Evrópuverkefni þar sem við höfum verið að skoða þetta fyrir sendiferðabíla sem eru að fara sem sagt, til heimila fólks. Það var orðið algengt í Bretlandi að menn fóru bara á netið, voru ekki að fara með fjölskyldun og börn og svona til að kaupa inn, heldur fenguðu bara sent vörurnar og pöntuður af netinu. Og þetta var fullt af litlum sendiferðabílum sem voru jafnvel að keyra sko kældan vörur og ís og fleira sko á milli í umferðinni og þetta var orðið mjög mikil orka sem fór í það að búa til varman. En þetta er eitthvað tækifæri sem við þurfum að skoða. Nú annað sem að sko við höfum ekkert skoðað sérstaklega mikið en væri mjög áhugavert og er að vaxa í Evrópu, það er að safna og geyma varmaorku frá sólinni og nota hann til húshitunar. Það er alveg tæknilega möguleiki sérstaklega í dreifbýlum svæðum þar sem nóg pláss er að hafa bara svona sólarorku safnara og svo setja það bara í kjallarann og geyma varman til svona eins og Bakkabræði gerðu sko yfir veturinn. Mér finnst þetta svolítið fárlegt en það er rétt að skoða þetta finnst mér því þeir eru að ná mjög góðum árangri við í Evrópu að nota þessa tækni. Og svo má alltaf spyrja, af hverju er ekki að nýta sólarorkuna? Ég reiknaði eitthvað tíðan út að ef við myndum setja svona þekjum hálslón þar sem Kárahnjúkavirkjun er með sólarsellum að þá myndi ársframleiðslan vera 2-falt meira en þetta nú Kárahnjúkavirkjun sjálfri sko. Við útilokum oft að hér er engin sólarorka því það er svo ef við erum svo norðarlega og það er alltaf skýjað og alltaf rigning en kannski ættum við að skoða mára því það sem er að gerast með sólarorku hún er að hrapa í verði og þetta er orðin einn af ódýrasta orkugjafann í dag. Ódýrari en gas og kol og kjarnorka sko. En ég fer aðeins betur í þetta sko við farið á langt upp Já, fyrir ekki það er bara næsta það er svona umhverfis svona samgöngur til dæmis
þar höfum við komið að svona hlutum eins og við höfum verið að prófa vetnisskip og rafmagnsskip eins og til dæmis þeir gerðu hérna á Húsavík sem voru með skútuna Opal þar sem þeir settu rafhlöður í því. Við höfum verið í verkefnum þar sem við höfum að prófa vetnisbíla. Við höfum verið að Evrópusambandið var að styrkja þetta á sínu tíma. Það sem sérstaklega með vetnisbíluna, þeir duttu svolítið út af því þetta var á dýr tækni og vetni var mjög dýrt, sérstaklega ætlar að rafgreina það. En það sem menn hafa komist að síðan að með því að bara vinna vetnið úr metangasi eða jarðgasi, þá er þetta nota miklu óhreinna gas á þessa bíla því efnistæknin í þessum fuel cell sem kallað þau eru orðin betri. Og það eru margir fannir að veðja þetta, margir bílaframleiðendur eins og Toyota og Honda og Hyundai og fleiri. Og menn eru aftur fannir að reisa vetnisstöðvar hérna í Íslandi. Ég reikna með því að það verði í framtíðinni sem sagt bara innflutt vetni sem kemur úr gasi, jarðgasi. Nú síðan hefum við líka ekki verið að gera tilraunir til þess með því að nota hér framleiðum við metanól á Íslandi úr koltvísýringu sem kemur frá Svartsengi og rafmagni. Þetta er enda mjög dýrt metanól. En metanól höfum við prófað að nota í fuel cells sem að þarf að vera mjög hreint en gengur alveg greinilega að nota það hérna. Menn að vera að kaupa svona litla fuel cellur til þess að hafa með sér í hjólhýsi og svona þess að þeir geta bara framleitt rafmagn inn á rafgeimi úr fuel cellunum og nota það. En metanól er líka annað efni sem menn hafa hugsað fyrir skip til dæmis að sem þeir geta blanda því með dísilinn og fá þannig betri umhverfisvænni orku. En innlent eldsneyti, þetta er mjög áhugavert og ég hef jafnvel hugsað að fá að koma seinna og tala betur um það Og bara til að nefna nokkuð, þá höfum við lengi vel verið í samvinnu við Sorp og fleira við að vinna metan. Við höfum verið að þróa verkefni þar sem við höfum að senda rafpúlsa inn í úrgang til þess að auka metanframleiðsluna. Við höfum líka verið að skoða verkefni hérna áður fyrir lífdísil úr sláturúrgangi, það er eitthvað tækni sem við þurfum að nýta betur. Nú við erum í verkefni núna sem miðar að því að brjóta niður lífmassa úr alls svona gróðurleifum og nota jarðvarma til þess að fá etanól, til dæmis til að setja út í bensínbíla til þess að sem svona umhverfisvænt viðbótareldsneyti sem skylda að vera með. Nú menn að vera að spá í líka eins og þið þekki þá kemur frá mörgum þessum í Argóðvirkjunum kemur heilmikið brennisteinsvetni sem að angrar fólk sem líður illa út af því og það er vond lykt af því og þetta skemmir rafeindabúnað og tölvur og fleira og silfur og fleira. Þannig að það er hægt að hreinsa þetta brennisteinsvetni úr loftinu og fá vetni og svo brennistein og þá líka hvað að gera við brennisteinin en eins og fyrirtækis Orka Náttúrunnar hefur farið þá leið að prófa að dæla brennisteinsvetninu niður ásamt koltvísýringi og það hefur gefist rosalega vel en það var svona óvíst í hvort þetta myndi virka en hefur farið fram úr björtustu vonum þannig að ég var nú kannski ekki vonað því að við förum að gera þetta miklu magni. Nú svo höfum við verið að skoða DME framleiðslu. DME er náttúrulega eldsneyti sem hægt að búa til fleiri eldsneyti úr og þá hefur til dæmis Landsvirkjun verið að spá í það vegna þess að við erum eyland hérna og nýtum ekki orkuna nógu vel vegna þess að það sum ár þá erum við kannski að þurfum bara að henda hreinlega bara 2000 gigawattstundum af 19.000 sem við framleiðum af því það er bara við að nógu orka en markaðurinn ekki fyrir hendi og svo er önnur ár það sem við erum í vandræðum jafnvel vanti 500 gigawattsstundir upp á Þannig að þeir eru að velta fyrir sér gætu við á þessum árum sem eru góð vassár þá framleitt eitthvað nýtt þessa orku til þess að framleiða eldsneyti sem að væri inn í flotan. Nú svo er annað verkefni sem er mjög spennandi sem er Evrópuverkefni þar sem við erum til dæmis að í samvinnu við landgræðsluna og bæði rannsóknarstofnanir í Hollandi og Rúmeníu og Grikklandi og Portúgal og fleiri stöðum þar sem við erum að rækta lúpínu úr Andesfjöllum sem er búið að sérhafa til þess að þola þetta veðurfar ýmist sem sumarræktun í Norður-Evrópu eða sem vetrarræktun í Suður-Evrópu og þetta er einar lúpína þá dreifir hún sér ekki og það verður ekki saman vandamáli sem menn að tala um með lúpínu, hún fara út um allt en kostur með lúpínu er allar þessar belgjurtir að þær þurfa rosalega litla næningu, þær eru með örverur í rótunum sem að vinna köfnuefni úr náttúrunni þannig að þú getur bara sáð því út á sanda og grætt sandan upp og nýtt svo hráefnið fyrir prótein eða fyrir etanólframleiðslu eða dýrmæta fitur sem getur verið í snyrtivörur og fleira þannig að þetta er mjög spennandi verkefni. Og svo ég kom í næsta kafla hérna þá vorum við komin í umhverfisvöktunina sem er mjög mikilvægt sem tengist umhverfismálunum
Og það þannig að sem sagt, efnagreiningar á nýsköpunarmiðstöð, það eru mikið verið að vinna í svona loft- og mengunarmælingum og þá það þannig að þegar stóriðan sem sagt, hún hleypir fullt af óæskilegum efnum og það þarf að mónitera að það sé í lagi, það sé ekki að hleypa á miklu og þá náttúrulega það hlutverk Umhverfisstofnunar að hafa eftirlit með því að þetta sé í lagi og en það þarf að vera þriðji aðilinn, það er að segja ekki sjálfur mengunarvaldarinn getur framkvæmdasamningar og heldur ekki má stjórnvaldi framleiða, þannig að það þurfa að fá þriðji aðilinn sem er óháður og þá komum við inn í spilið og setjum upp sem sagt tillögur að umhverfisvöktunar áætlun sem að báðir aðilar samþykkja að sé í lagi og svo það framkvæmt og fylgst með því og svo gefið skýrsla og og svo erum við líka í ýmiss konar mælingum varðandi mengunarefni frá ýmiss konar iðnaði og þetta er til dæmis að þegar menn voru með sorpbrennslu að þá var sem sagt voru senda skýrslu til Umhverfisstofnunar en því meður þá kannski brugðistofnanir eftir þess að ekki nógu ört við og maður var á við þetta væri yfir mörkum og svona, það er ekki fyrir það er svolítið ofta erfitt að vera ríkisstofnun og það get ekki bara hlaupið í fjölmiðla og það má ekki, það verður rétti aðilinn að gera það en síðan eru ýmiss konar mælingar á frjósemi jarðvegs og áburðargjöf sem er reynda mikið til flust til einkaaðila, þetta er náttúrulega alltaf þegar einkaaðilar eru að koma inn í svo verkfræðistofur og fleiri greiningar þá það bara fínt mál þá tekur ríkið frá sér en yfirleitt hækkað á verðið á þjónustunni og svona og sumir segja að verði ekki eins góð jafnvel en ég veit það ekki en við erum svo líka í svona eins og alskis mælingar fyrir matvælaiðnaðinn líka til dæmis eru Japanar mjög krítiskir á að það sé einhver mengunarefni í hvalkjötinu sem þeir eru að kaupa þannig að það er mikið af mælingu fyrir hval og fleira og svo erum við til dæmis í mengun á fráveituvatni og það er til dæmis að mæla hvernig kókaín og amfetamín markaðurinn er að sveiflast í Reykjavík vegna þess að það er bara að taka vassíni úr fráveitunni og greina ákveðið niðurbrotstefni og svo er þetta bara að finna út hvernig það breytist frá tíma til dags, hvað er mikið neysla á þessum efnum og svo er ýmiss konar aðskotaefni í umhverfinu þannig að þetta er mjög viðamikið og er stöðugt meira og meira því það er alltaf gerðar meira og meiri kröfur hollara umhverfi og meiri eftirlit og vöktun. Nú, svo er náttúrulega líka eins og þessi orkusparnaður og þá er ég að tala eins og segi, varmadælur eru tímalaust orkusparnaður og menn er að byggja sem sagt visturænni hús og betri einangrun og betri nýtinga á lýsingu eins og þessi LED-tækni hefur sparað heiminum alveg gríðarlega í orku og svo er annað verkefni minni eldsneytisnotkun í fiskveiðar og ég ætla að koma kannski aðeins betur á þau á eftir ef ég hef tíma, þetta er svolítið magn. Nú, svo erum við að tala umhverfisvæn matvælaframleiðsla landbúnaður og þar erum við að tala áburð og eins og þetta í dag þá er 2% af orku notkun heimsins fyrir að búa til áburð en það er alveg gríðarlega mikilvægt þannig að þegar þessi tilbúnu áburður kom til að þá bara hefur orðið fjórföldun á landnýtingu að bæði áburðurinn og þessi efni sem eru notuð til svona varnarefni, skortiréttur og fleira. Við hefðum ekki getað orðið 7 milljarðar í dag hefðum ekki fundið þetta fyrir 100 árum síðan þessa tækni til að búið til tilbúin áburð Nú það er líka verið mjög vinsælt að rækta ýmiss konar þörunga og þar höfum við hjálpað fyrirtækjum til dæmis að þróa nýja tækni sem nýtir betur lýsingu þess að þú getur bara með kolsýru vatn og smá næringu og svo bara ljós þú getur búið til þörung og í þessum þörungum verður til efni sem eru fæðubótarefni sem eru mikilvæg og líka notað í fiskeldi og svo mikilvægar oljur sem er kannski miklu betra að fá úr þörungunum frekar en að þurfa að fá það úr fiski sem er búið að fara í gegnum alla keðjuna og þá eru ýmiss konar þungmálmar og fleira í fisknum en þetta eru efni sem eru lífsnauðsynleg fyrir okkur bara að þróa heilastarfsemin og fleira og síðan höfum við náttúrulega verið í ýmis efni fyrir lyfjaiðnaðinn og svyrtuvöruiðnaðinn og bara sem dæmi lyfjaiðnaðinn að við erum núna í verkefni með aðalum í Þýskalandi sem eru svona prófessorar í efnafræði fyrir lyfjaiðnaðinn það er búið til ekstrakta ýmiss konar efni úr jurtum og fleira þeir vilja náttúrulega helst rætt fá að rækta hamp en það er alveg no en það er mikið notað við megum bara flytja inn lyf sem innihalda efni úr hampi sem aðrir hafa ræktað
En það annað sem kom mér á óvart, til dæmis að hér vex illgresi sem við kallum kerfil, sem allir eru brjálaðir út af og það bara mjög virkt efni í honum og sérstaklega mikið á norðlægum slóðum sem er eitthvað skógakerfil sko, sem er eitthvað jafn hatað og lúpína sko. Þetta efni sem núna virkt notað í krabbameinslyf og því það önnur planta sem þetta verið unnið hingað til úr en hún í einhverjum vandræðum núna, einhverju sýkingar í henni sko. Þannig að þetta getur verið gríðarleg framtíð og menn fari bara að rækta skógargervil í gróðurhúsinu til þess að fá rétta hitastigið og nota raflýsingu til þess sko. En og svo erum við náttúrulega að vinna í öðru verkefni þar sem við erum að reyna að bæta orkubúskap og lýsingu gróðurhúsum og ég ætla að koma inn á þetta kálverdæmi eftir og það sem kallað vertical ræktun, það að segja sem að menn að rækta í borgum bara innan hús í stórum skemmum og stafla þessu upp og nota vassræktun og þetta verið að prófa á Íslandi núna, þannig að kannski allir sem vita af því en getur verið mjög spennandi að sjá hvernig það kemur út með hefðbundna ræktun. Og svo náttúrulega byggingariðnaðurinn sko, þar verið að votta byggingarefni þessi umhverfisvæn. Við erum með hér hjá okkur erum mikið í steypurannsóknum og okkar vísindamenn eru bara í heimsklassa og þekktir út allan heim á sviði steypurannsókna og þar verið að búið til sko vistvæna steypu sem losar miklu minna. Þannig að steypan sko þegar hún búin til að þá losnar úr hráefnunum sem karbon nú ég stólur mér nafn á þessu. En allan að það hráefni sem fara í steypuna eru gríðarlega CO2 losandi og það talið að sko alltaf 10% af allri losun í heiminum tengt byggingarefni og sömuleiðis úrgangsefni. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt. Og svo menn líka að spá í sko ýmiss konar að nota ýmiss konar úrgangsefni til stóriðju til þess að búa til efni í byggingarefni. Og það til dæmis eitt sem ég get nefnt ykkur að það verður til mikið brennistein í heiminum í dag, bæði úr olíuiðnaði og eins og við erum að vinna úr jarðvarmavinnslu. Allur þessu brennisteinn það hægt að búið til mjög umhverfisvæna steypu sem að þolir sérstaklega sko þetta veðurfar sem í Íslandi, alla svona vegi og brýr og svona sem frostskemmdir og svona, þá þetta getur verið mjög sniðugt. Og við ættum að huga þessu en þetta svona, menn oft tregið til breytinga en og svo náttúrulega ýmiss konar umhverfisvæn orka og vistvænar byggingar, það líka það var núna bara daginn stóðum við ásamt vistbyggðaráði fyrir sko grænum byggingur ástöfnum þetta hvernig menn geta fengið umhverfisvænar og vistvænar byggingar. Nú svo náttúrulega erum við að tala umhverfisvænar stóriðju og ég ætla að segja ykkur öðru frá verkefni sem við erum að þróa umhverfisvæna tækni til að framleiða ál sem losar ekkert CO2 sem nú á Íslandi einn mesta CO2 losun frá áliðnaði í dag þó að það kom ekki beint inn í okkar bókhald og þannig líka verið að tala betri nýtingu hráefna. Við erum með álklassan og umhverfisvöktun fyrir álklassi svona samstarfsvettvangur álfyrirtækja og tækniaðila til þess að reyna að bæta áliðnaðinn og svo erum við að tala umhverfisvöktun og betri nýtingu hráefna sko. Nú síðan kemur að fiskveiðum og þetta náttúrulega hefur verið mjög stór atvinnugrein í Íslandi alveg frá upphafi að veiða fisk og sjávarútvegurinn hefur nú barið sér á brjóst og segja að við erum einu aðilarnir sem höfum náð fyrir Parísarsamkomulaginu. Við höfum minnkað losun frá okkur frá 1990 37% sem alveg rétt og það meðal annars komið til að því að nú þarf mun færri skip, menn hafa keypt upp kvóta og fara að veiða á stærri skipum og veiða á meira magn sem þýðir það að þeir verða hagkvæmari og þar leðandi minni effort eða svona minna þurfa að hafa minna fyrir því að sækja og líka vegna kvótakerfisins þá hefur stofnlánin byggst upp þannig að það auðveldara að sækja þetta en þetta náttúrulega hefur kannski ekki verið þetta hefur verið dýru verið keypt, það náttúrulega fækkað mjög mikið í stétt sjómanna og sum byggðarlög hafa orðið fyrir skaða út af þessu að því bótin hefur flust frá einum til annars og fleira. En svo líka annað sem að koma í tengslum við fiskveiðarnar og það til dæmis sem mann hafa ekki hugsað mikið út í að áður fyrir þá var þetta þannig
menn ýmist söltuðu fiskinn bara borð og fluttu hann til Spánar eða Portugal og svona, eða að menn fóru að ísan, það er að segja þá framleiddu menn ís í landi með innlendu rafmagni og ammóníakskellikerfum sem settu svo voru í skipin og svo ísuðu fiskinn bara og komið að landi og þar var hann unninn og aftur frystur og sendur frystur út. Núna eru komið frysti skip og þá eru kannski menn ekkert mjög áfjóður að hafa ammóníak borð því að það fer að leka þá er það mjög óþægilegt fyrir áhöfnina, getur verið hættulegt. Þannig að menn eru að nota aðra kælimiðla og þeir eru oft í dag mjög öflug gróðurhúsa gös og menn eru að tala um það núna sko að jafnvel að 15-20% af losun frá sjávarútvegi tengist bara þessum kælimiðlum. Þannig að menn eru að frysta borð og menn eru líka farin að kæla og hætta að nota ísinn. Það er komið ný tækni. Og þá kemur við með þetta þessu sem ég var á hvort við getum ekki notað afgangsvarmann til þess að kæla og spara þannig að þurfi ekki að nota olíu til að búa til rafmagn til að búa til kælingu sko. Þannig að það er fleira. En ég ætla að segja ykkur frá einu verkefni sem við kunnum ljósvörpu sem við notum mikla athygli og þetta er svona aha verkefni sko. Nú er ég konið það að fara að segja frá verkefnum sko. Þannig að ég vona að þetta er svolítið langar glærur en það sem er að gerast. Glærurnar í tengil undir kynningunni þeirra? Jú, eftir? Já. Jú, það vísu er þetta svolítið þetta eru svolítið stórar glærur, ég veit ekki hvernig það er sko. Og ég þarf kannski líka aðeins að ræða við að þegar menn eru konum með þetta á netið sko, það fær ekki að dreifast eitthvað meira sko. Allavega einhverja Já, eitthvað, ég geti reynt að búa til einfalda þetta eitthvað svoleið sko. Já. Og eitthvað sem allir vita og má alveg deila sko. En það sem er að gerast í sjávarútvegi eins og alls staðar að fólk eru mjög meðvitað að vill borða umhverfisvænan fæði sko. Og fólk er farið að hugsa sko hvernig kolefnisspor matvæla er yfirleitt mjög hátt sko. Og menn vilja vera vissir það að þeir séu að borða fisk sem kemur úr sjálfbærum veiðum, það sé ekki ofveiði, það sé ekki verið að skemma miðin og það sé ekki verið að nota of mikla orku og mismuna fólki og fleira sko. Og þetta er eitthvað sem að menn sko iðnan hefur þurft að bregðast við með því að fá vottun að þeir séu umhverfisvænir eða sjálfbærir. Og svo eru komin svona samtök Greenpeace sem styðja ýmiss konar vefsíður sem að segja fólki ekki borða þennan fisk eða ekki fara á þessa veitingastæði því þetta er ekki gott og fleira. Og svo er líka bara orðið stór aukinn sko ásókn í það að sýna frá umhverfisáhrifum fiskveiða. Það er ekki bara öll olían sem fer í að veiða fiskinn, en það er að tala 1% af allri olíunotkun heimsins fari í fiskveiðar. En fiskveiðar sem heildarforði mannkins er mjög lítill með við heildar þörf okkar sko. Og það sem er að gerast líka núna er að fiskveiðar eru eiginlega búin að ná toppi sko. Það er eiginlega sko, það er sko veiða eins mikið og hægt er að veiða sko. Og stundum er ofveiði, en það sem að sko ofveiðin er það er að fara að minnka en á móti kemur að sumir stofnir eins og Ísland er að byggjast upp að því menn hafa stoppað ofveiðina. Menn eru farin að vera með þetta kvótakerfi sem er gott. En svo er líka það að menn segja sko við erum að skemma botni, við erum með botntroll hérna sem er kannski að þessi botntroll eru mjög orkufrekt og þú notar kannski helminginn allri orkun sem sjávarútvegurinn notar en er kannski bara veiða 15% af aflanum, það er yfirleitt á mjög verðmætur afli sem kemur á botninum. Og þetta er mjög mikilvægt ef þú getur hægt að skemma botnin, ná að byggja hann aftur upp kórar og fleira sko, þá getum við jafnvel náð aftur upp fiskveiðunum á hátt í fyrra stigi, jafnvel tala 50% aukningu í fiskveiðum sem er gríðarlega mikilvægt. Þannig að menn bara veit ekki alveg hvernig er að fara að þessu og þar komum við með þessu verkefni og það er svona ákveðin áhættu þetta fyrir þess að botnvörpu veðar að menn bara getur bara hægt hreinlega að kaupa fisk sem við veitum við botnið því það er svo neikvæð ímynd og það er gríðarlega mikil olíunotkun á afleiðingu. Það er sko dæmum þess að þið borðið kíló af þorski sko, þú veist endanlegu matur sko handa 4 í fjölskyldunni svona þorsklag, þá erum kannski að nota sko lítir af olíu til þess að veiða þetta kíló af flaki sko. Og ef þú fer út í humar eða rækju þá er það jafnvel sko alveg fáránlega mikið sko. Og til þess að sko taka þetta þarf kannski að fara yfir fleiri 1000 fermetra fyrir hvert kíló af fiski sko. Þannig að þetta er svona, fólk verður svolítið sjokkerandi en samt er þetta ekki nærði eins mikið og nautakjöt og lambakjöt sko. Og þess vegna sustainable að því til að þú ert ekki að nota neitt land undir þetta, þú ert ekki að nota neitt áburð, þú ert ekki að nota neitt vatn, þannig að fiskveiðar eru umhverfisvænar þrátt fyrir þetta. En við getum samt gert betur á minnka olíunotkun og
og líka því olíunotkun næst stærsti kostnaðarliðurinn í fiskveiðunum. Og og svo náttúrulega líka svona eitthvað sem er meðafli, það getur ekki alltaf veitt sko, þið vilja bara veiða þorsk en það getur komið ísa eða einhver annar fiskur sem þið vilja ekki eða mega ekki veiða. Og svo náttúrulega getur við lent í því eins og hefur verið lagt til hjá Sameinuðu bara hreinlega banna botnvörpu veiðar yfir höfuð sér. Það náttúrulega það alveg fatal fyrir okkur Íslendinga. En hugmyndi sem vorum með, ég veit ekki hvort þið sjáu þessari mynd en til vinstri er svona hefðbundið, ég var nú að færa maður úr mynd til að sýna þetta, en til vinstri er svona hefðbundið botnvarpa og hún lýsir sér í því að það eru toghlera sem að halda vörpunni opinni, sem eru svona eins konar vængir sem að ætlar að hreyfa þetta eins eða eitthvað. Já, og ég kannski að koma með sko, það skýrt út. Það er semst allur fiskur sem lendir á milli þessara toghlera og toghleraðnir hafa það hlutverk að halda vörpunni niður á botninum, skrapa botnin og líka halda vörpunni opinni. Og allur fiskur sem lendir á milli, hann hefur tilhneigingu til þess að enda inn í miðjunum en þess að hann er hræddur að fara yfir vírinn sko. Hann hefur frekar tilhneigingu til að synda frá honum en heldur niður hann, hann gæti auðvitað gert það. Og svo endar hann með því að hann gefst upp og fer inn í vörpuna því að hann gefst upp á að synda alltaf undan vörpuna og kemst ekki til hliðanna. Okkar hugmynd var það, getum við gert það alveg eins, bara láta það ekki snerta, bara haft lítinn hring og nota svo ljósgeisla sem lýsa í gennum sjóinn. Það er bara svolítið sérstakt með ljós, eða með leysigeisla inni og lýsir loftið, þá sérðu ekkert geisla, hann sér bara punktinn á veggnum. En ef þú farir á svona tónleika, þar sem þá hleypt reyk í loftið og þú sér geislana, það verða sýnilegir, það verða eins og svona stangir sem kom út. Saman gerist í sjónum, það eru saltagnir í sjónum, salt bara, sem gera það verkum að ljósið þegar fer í gegnum sjóinn þá verður það sýnilegt, mynda bara geisla. Og spurningin er svo, ef fiskarnir sjá þessa geisla í kólnaða myrkri, lýsandi, núna eru það ekki bregðast alveg eins og við þessar vírar og þessi net, getum við bara teikna mynd af netinu. Og kosturinn við ljós, eða það hefur enga mótstuð að fara í gegnum sjóinn. Og þetta var bara svona hugmynd sem við settum fram og við þurfum alltaf að sannreyna hana, þannig að við prófum að bara fara í kér þar sem fiskar voru að synda hring. Þetta er reyndar, leikja reyndar, en bara með því að búa til svona ljósgeisla á botninum þá hættu þeir að synda hring, þeir þorðu ekki að fara yfir ljósgeislan. Þetta var bara óspennandi að prófa að sleppa því að hugsa meira þetta, þannig að við byggum til einfalda tilraun og veiddum fisk með því að draga svona hring í gegn með ljósgeislum og fiskurinn hegðaði sér alveg eins og hann gerir fyrir fram á venjulega botnvörpu. Og síðan þurfum við að gera ennþá flóknari þess að við getum stýrt þessu nánar og prófa þetta meira og við erum búin að sýna fram á allan fyrir rækju að við getum fengið tvöfalt meiri rækju í þessu og mótstaðan er bara brota þeir sem að olíunotkunin er nú fyrir hefðbundna vörpu. Og þannig að þetta er orðið semst fyrirtæki og við erum semst búin að gera veið til núna rækjur að fara að þróa rækjuvörpuna og semst og erum áfram í botnfiskunum, öðrum eins og síld og, segi ís og fleiri tegundum, en það var líka möguleiki að veiða sko uppsjóðafisk með þessum. Hérna sjáum við dæmi þessu fyrstu tilraun, þetta er bara svona 4 metra hringur og hérna sjáum við þessa ljósgjafa liggjandi á stöngin og svo kemur pokinn fyrir aftan og hérna var sett bara myndar sem horfir hérna niður og þið sjáum núna vídeóið sem að ég ætla að sýna ykkur og þeir eru að horfa fyrir fram á vörpuna og þeir eru að horfa niður og það verður að toga hana í þessa átt og fiskurinn, þetta er ung síld sem er að reyna að flýja þetta og þið sjáum þegar að annars verður með svona geisla veggi og svo bara hreina geisla út og þannig ef við fyrir á næstu mynd það er ekki að slökkva á hérna hljóðinu. Þarna sjáum við ísu sem er einmitt að hreyfa sig alveg eins og hún gerir fyrir fram á vörpu og hérna sjáum við línun á botninu þegar geislarnir lenda þar. Og þetta fannst veiðarfærisverkfræðingum það merkilegt að við verðum bara að halda áfram. Þetta gefur mjög góða vísbendingu. Þannig að við byggum til ennþá flóknari búnað þar sem við gátum sko stýrt öllum ljósum, bæði sko breytt styrknum, látið að blikka og stækka það og fleira og settum myndavélar og fengum settum kapal sem var með innbyggðum ljósleiðara, þannig að nú er þetta netvætt og svo settum við væng á toppin sem stýrir hæðinu frá botni og mæla og fleira
og nú bara stýrir botvarpan skipinu, hún bara gefur skipanir sko, hérna, slakað út eða hægð á skipinu eða á spilinu og heldur sér alveg í botninu. Og hérna kemur vídeó sem að ég veit ekki hvort þið hefði tíma, klukkan er nú að vera 4 og hérna sjáu þið hvernig það hangir aftan á skipinu og hann er verið að setja hérna vörpuna niður og hérna bara látið síga svona niður. Þetta er enda lítil togari sko. Þessi sem eru með stærstu vörpuna sko í dag, það eru alveg breiddin á þeim er 280 metra breitt sko, allra breiðasta. Og eru oft 4 saman. Þannig að þetta er alveg gríðalegu flötur sem er að hérna fara yfir sjóinn sko, á sjónum. Það er svolítið hægt. En núna það sem kemur eftir er svona tölvumynd sem reynir að sýna hvað er að gerast þarna niðri. Og hérna ég geta spilað svolítið hraða bara svo ég geta, nei ekki en svo sjáum þarna er þetta bara að setja, ég ætla að fara niður í þessa hæð frá botni sem er þannig tilvillig hálfu metr og hún bara lækkar sig sjálf niður á þessa hæð og svo getur maður stýrt úr tölvuskjánum bara alveg munstrinu sem maður ætlar að láta keyra eftir og svo getur náttúrulega skipstjórinn líka gripið handvirkt inn í þetta og hérna og svo sér hann allt neðansjávar í rauntíma á high definition video sem það er ekki verið hægt hingað til menn það þurft að setja bara myndavélar og sjá hvað gerist eftir á sko. En þarna sjáum við sko hérna já þetta er endar annað myndband, þetta sýnir ekki tölvumyndina fyrirgefið. En þarna sjáum við hvernig geislarnir er að færa sig fram og tilbaka og hvernig rækjan hoppar hérna inni, það er kannski ekki alveg komið að því. Já, núna sjáum við hvernig rækjan alveg, hún hoppar upp á botninum og inn í rækjavörpuna sko. Þannig að nú þarf ekki að snerta botnin lengur og það er gríðarlega mikilvægt. Og hérna, og þetta er því það er líka að þú ert ekki að fá alls kyns drasl með rækjunni inn í vörpuna sem var síðan að fara að hreinsa, það er auka vinna fyrir áhöfnina og þú fann miklu hreinni og betri rækju. Og minna umhverfisræst. Já, þetta finnst rækjusjómunum gríðarlega áhugavert og hérna og þeir bara spyrja hvenær kemur þetta, við viljum kaupa þetta við erum ekki alveg tilbúin en hérna við fengum mikinn þrýsting daginn hérna, það er færíski sjómaður sem var að fara á rækju með í Grænlandi bara, ég er bara að kaupa þetta, komið þetta strax við erum prófað þetta. En þetta er mjög fín og góð rækja. Þetta verkefni hefur verið styrkt af Tækniþróunarsjóði og AFS og hérna enda er þetta dýra rannsóknir sko, þetta er hérna, þú veist að fara á sjó sko, það er 1.000.000 krónur dagurinn og þannig að þetta er svona, já, það misjafnt hvað þróunarverkefni eru dýr. En þetta, já. Það er ekki meira þetta, en hérna sjáu þið sko olíunotkuna, þetta er það sem við köllum virtual troll sko, þetta er skipið sjálft, þetta er trollið, þetta er mjög sama skip og hefðbundið troll sem þetta skip notar, þannig að... Ertu bara hana? Hæ? Þá sést við... Já, ok, þannig að hérna sjáu þið svo það sem kallað, ef við erum í 30 cm hæð yfir botni, þá erum við bara hérna næstuði aldrei, þetta er 1%, innan við 1%, þetta verður snertum með aldrei botninu og við getum alveg elt allar ójöfnur í botninum sem er líka alveg nýtt. Og eins og segir við til þess að sannreina þetta þá prófum við að hafa kveiktuljósum og slökkt á þeim og svo bara töldum við hvað var margar rækjur að koma inn með myndavélum og það er sem sagt bara helmingsmunur sko sem er marktækt. Og þetta er náttúrulega hérna miðaflinn er mjög lítill sem gæti reynda verið tiljúna þegar við höfum verið á þannig svæði en hérna þetta er allavega mjög áhugavert og hérna sjáum við náttúrulega hvað rækjan er, hún er náttúrulega mjög lítil við Ísland orðið, það er eiginlega orðið allt bannað en menn er að veiða hérna í Barentshafinu og mjög mikið við Grænland og Kanada og þetta er okkar markaður á fyrir þessa vöru. Þetta er nú eitthvað ómerkilegt sko. Svo höfum við verið að gera tilraunir með bara botfisk við vestur og Snæfellsnes, þetta er bara áframhaldandi
þess að staðfest með rækjunni en botnfiskurinn er áframhaldandi rannsóknir sko. Og svo ætlum við bara að búa til þetta tæki og hérna fara að veiða og græða. Og hérna, þetta er nú hópurinn sem vinnur þessu frá Hafró og Nýsköpunarmiðstöð og svo koma að þessu líka hérna fyrir vestan hérna útgerðarfélag hérna Gunnvör hérna og svo hérna líka semst það hét uppalega Netagerð Vestfjarða sem var síðan að Fjarðarneti sem var saminað og er núna hluti af hampiðunni, það er bara hampið hans sko. Og hérna þetta við höfum fengið styrk líka frá Evrópusambandinu og fleiri aðilum sko. Og fyrirtæki sem að hjálpa okkur með þetta. En svo var næsta verkefni sem ég ætlaði að segja ykkur frá. Það er inn á myndinni. Já, var inn á myndinni. Þá get ég ekki sko flett hérna sko. Já. Bara fara tilbaka? Jú, farum bara tilbaka. Ég ætla aðeins að ég er svo sem ekkert merkilegur sko, það er náttúrulega kannski merkilegra að svona sér þarna á skjánum en heldur en á mér sko. Já, en hérna, já það er náttúrulega álframleiðsla, eins og þið vitið þá er það þannig að þegar við erum að framleiða ál, að þá fyrir hvert kíló af áli sem þú framleiðir, þá þarftu að losa 1,5 kíló af koltvísýringi. Og þegar þú framleiðir 800.000 tonn af því, af áli, þá er það bara gríðarlega mikið magn. Og bara til að setja þetta í samhengi við heiminn sko, þá erum við að framleiða kannski 70 miljón tonn af áli á ári í heiminum sem að bætist við það sem er verið að endurnýta. Og hérna, spurningin er það sem er verið svona, hvað hann segja, heilagi greil í áliðnarum, getum við losnað við þetta. Að við þurfum að hafa skaut sem er úr sem sagt kolefni og hérna þannig að þið sjá hérna myndinni, já þið sjá kannski ekki þeir sem eru að horfa á það en jú, hérna til vinstri þá eru svona sagt þessi kólaskaut, það eru bara svona kólakoklar sem brennur rámlega upp og súra álið sko, það er svona sagt ál og súrefni og súrefni hvarfast á við kolefnið og fer upp sem gas. Og þetta er slatti mikið og svo þarf alltaf að endurnýja þessi skaut og svona fleira, þannig að sem sagt mesta losun á Íslandi er sem sagt hluti af þessum, út af þessum álverum sem hér eru, en hins vegar eru álverin ekki inn í losunarbókhald Íslands, það er ekki allir sem átta sig á því sko. Heldur þetta sameiginlegt Evrópubókhald og þannig að Evrópusambandið er hún að segja, heyrðu farið bara til Íslands, það er miklu betra fyrir heiminn að leysa þetta hér, þannig að ef þið eru að gera þetta í Þýskalandi þess að það brenna brúnkólum eins og var hérna, Norðurál var þar í Þýskalandi, þá er sko margfalt meiri losun. Og hérna, það er gott fyrir umhverfið þó að hafa þetta hér og þetta var í okkar bókhaldi, þá varum við í vondum málum sko, því þetta er gríðarlegt magn sko af koltvísýringi. En það var hérna bandarskur prófessor sem er reyndar íslenskum ættum, Theodor Beck, sem kom með ákveðna hugmynd sem það sem kallar óvirk rafskutt, það er sem rafskutt sem brenna ekki og geta bara framleitt ál og sem losa sem sagt súrefni í staðinn fyrir koltvísýring. Þannig að þetta er bara eins og skógur sko, framleiðir bara súrefni. Og hérna, og þetta, því miður þá náði hann ekki sko að lifa þá tækni sem sjálfur, en Íslendingar hafa haldið þessu áfram og ég veit að Alcoa líka gerir eitthvað svipað því þetta er búið að vera, þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir áleiðina, þannig að það geta losnað við þetta kolefnisspor. Og hérna, þannig að okkur hefur tekist að hreinsa þetta og sem að þessi snefilefni sem eru í sko eru innan við 0,2% af þeim ál sem við höfum gert. Þannig að þetta er mjög lofandi tækni og hérna bara svona til samanburðar sko að þá ef þú ætlar að planta skó sem ef við framleiðum 100.000 tonn á áli með þessari tækni þá myndum við losa 89.000 tonn af súrefni og til þess að fá sambærilegan skó ef við myndum planta öspum þá þyrftir við 61 ferkilometra skó til þess að sko binda jafn mikið magn og myndir annars hafa losað í álverinu og líka til þess að sko búið til súrefni. Og þetta getur þýtt að líka sko að þarna flyst álframleiðslan frá hérna stórum verksmiðjum heldur verða miklu minni að jafnvel bara í iðnaðarfyrirtækjum sem þarf á álinu að halda. Það er bara framleitt stann. Það getur verið algjör game changer sko í framtíðinni. Og þetta getur verið algjör bylting sko. En hérna kálfur, það er næsta sem ég ætla að segja ykkur frá. Hérna sjáum við mynd úr íslensku kálfuri. Og þetta er hérna, þetta fer ekki mikið þetta í fjölmiðlum en hérna við erum í verkefni þar sem við erum með Landbúnaðarháskóla Íslands og fleiri aðilum þar sem við erum að hérna spá í betri orkubúskap
og lýsingu gróðurhúsa. Og málið er það að hér á Íslandi þá erum við að eyða svona cirka yfir 80 gígawattstundum í lýsingu í gróðurhúsum. Þetta er bara á við Kópavogi raforkunotkun sko, með 20.000 heimili. Þetta er slatti mikið og öll sem sagt dreifingar raforkunni sem er svona helmingurinn af kostnaðinum er niðurgreitt af ríkinu. Þannig að það á hverju ári borgar ríkissjóður einhverjar 300 milljónir í sjóð sem að síðan greitt í garðyrkjubændur til þess að þeir þurfi ekki að borga svona mikið fyrir orkuna. Þeir þurfa aftur á móti að semja við sko sín orkufyrirtæki hvað það sem þeir kaupa frá hvort það er Orku náttúrunnar eða Rarik eða hvernig sem það er. En þetta þýðir það að menn er alltaf að vilja rækta meira. En potturinn sem þingmenn hafa úthlutað er bara takmarkaður. Þannig að þeir hafa lent í vandræðum með það í staðinn fyrir að fá 95% af raforkuverðinu greitt, dreifikostnaðinum, þá hafa þeir bara verið að fá 65% sem er náttúrulega óviðandi ástand á þeirra mati. Og bara til að taka dæmi þá getur sko bara eins og segja við vorum að rækta tómata, við vorum að tala um ál áðan, að til þess að framleiða 1 kíló áli þá þarftu 13 til 14 kílóastundir. Þannig að ég veit ekki hvort að menn hafa tilfinningu fyrir þessu en þetta er eins og að myndir þurfa að hafa 1000 watta perur eða 10-100 watta perur logandi í 14 klukkutíma til að framleiða 1 kíló áli. Til að búið til 1 kíló tómatum þá þarftu 20 í staðinn fyrir 14. Þannig að þú ert að nota umtalsvert meira af rafmagni til að búið til 1 kíló tómat með 1 kíló áli. Og það sem meira er að þetta er ekki nema vatn sko. Og síðan losar gróðurhúsið meiri koltvísýring en álverið vegna þess að til þess að rækta inn í húsinu að fá hittnar þá þarf þetta að dæla koltvísýringi inn að því plönturnar þær lifa á koltvísýringi ekki súrefni og það er náttúrulega að klára súrefni það verður bara loftlaust að þeir frá þeim sjónarhóðni séð sko þess að erum við að flytja einn kolsýru til þess að setja inn í gróðurhúsin. Svo gerist það svona góðan dögum eins og í dag að sólin skín og náttúrulega allt og heitt inn í gróðurhúsinu og þú þarft að opna og þú þarft að hleypa öllum þessum kolsýringi bara út í lofti sem að borga dýrum dóm. Og þarna kom við inn, hvernig getum við lagað þetta? Og það sem líka sem að Orkustofnun sem sér um þessa útreikninga, hvernig getum við lækkað kostnaðinn við það við nýta orkuna betur og í dag nota menn ekki LED-ljós, þeir nota önnur ljós, þannig að menn eru að spá sko, hvað þarf til að fara út í LED-ljósin. Og svo er þetta líka spurning um það, getum við breytt hönnun gróðurhúsanna og getum við endurnýtt kolsýrun inn í húsina án þess að þurfa að opna, getum við keltu niður. Þannig að það er fullt af tæknilegum lausnum, einföldum lausnum sem við að spá í til þess að bæta hagkvæmni gróðurhús á Íslandi. En þarna er annar aðili sem er að prófa að rækta inn í vöruskemmu og þú ert inn í vöruskemmu þá myndar svo mikið hiti af ljósunum að þú þarft ekki að hita neitt, þú þarft ekki að jarða hana. Og það sem er með bara skemmu sem er lokuð og þú nota bara ljós, þá ertu að kaupa orkuna frá orkufyrirtækinu jafnu notkun, það sem kannski er með plöntu sem það þurfa ljós 18 tíma á dag en hvíld 8 tíma, eða 16 tíma segja 8, þá getur þú skipt bara húsin í þrennt, nú er logandi á 2 og svo bara hefur slökkt á einu sem er bara nótt hjá þessum plöntum og svo kveikir þú aftur. Og þarna getur þú algjörlega kontrollerað umhverfinu og það hefur spennandi að sjá hvort að þetta virkar. En í dag erum þessir aðilar eru bara að flytja rækta sko grænmeti og salat og kryddjurtir, þannig að það er kannski salatver eða kryddver í staðinn fyrir kálver. En málið er það að það verður spennandi að sjá hvort þetta sé hagkvæmt, en þeir eru búin að selja náttúrulega allan sína framleiðslu þessir aðilar og þeir eru ekkert verið að auglýsa þetta en þetta er að koma í búði núna og þeir eru líka að selja á veitingastaði sko beint og þetta þýðir það að sko, það er meira en nóg markar, þú ert ekki að taka frá nefnum öðrum í Íslandi, að við flytjum inn svo mikið af grænmetið utan á heimi og ég ætla kannski ekki alveg að fara alveg dýtar, ég er með rosalega margar glærur um þetta sko bara þetta verkefni. Þannig að ég kannski nenni ekki alveg að fara í þetta, en þetta snýst þarna um þessa LED-tækni og vatnsræktun og hvernig við getum minnkað og nýtt sólarorkuna betur. Þetta eru hverjir taka þátt í þessu, þetta fyrirtæki er Hagrækt AHF, en ef þið farið inn á vaxa.co, ekki com heldur co,
þá getið þið séð vefsíðu sem er reyndar ekkert inn á því ennþá sko. Og við erum líka að vinna með sko erlendum aðilum í þessari hárækt eða það sem er að stafla upp sem að menn eru með alþjóðleg samtök þar sem er að skoða þessa tækni og þeir hafa komið til landsins og segja þetta er bara með því fullkomnasta sem er í Evrópu í dag og líka stórt sko. Þannig að við erum og við erum að skoða hérna loft og varmaflæði, gera tölvuhermi og velja efnisval og áhrif lýsingar utan og innan og allskis hagkvæm útreikninga í þessu og ég ætla að nenni nú ekki að fara í þetta í smáatriðum en ég ætla að það var eitthvað sem ég ætla að sýna hérna bara sko að hérna sjáu þið hvernig sko í dag erum við að nota þessa sodium vaporljós sem eru mjög góð nýtni með við sko þetta eru bara þessi venjulegu ljós sem innanhús sem við erum að nota þetta eru svona halógenljós og þetta eru flúorsent sem er töluvert en þetta er það sem LED er að gera það rýkur upp í nýtni og sömulegis er verðið að hrapa niður þannig að þetta getur verið orðið spennandi að spá í því og svo líka annað sem að menn eru með sko þetta eru þessi hefðbundnu ljós þetta er sko þetta lýsa þessar bylgjulengd þetta er dagsljósi sko og bara með svona guðljós en aftur á móti er þetta sem sagt lýsing sko sem að þessi bláa og rauða sem að skiptir máli fyrir ræktuna það þarf ekki mikið grænt ljós því grænt ljós er bara það sem endurkastast af plöntunni þannig að bara sjóa því að með leddinu getur við stýrt litnum og þá getur við fengið stýrt betur sko eitthvað ávexti þá notar við sem sagt rautt ljós blómun og svoleiðis menn aftur á móti sko bara vaksa eitthvað grænt vaksa upp þá er blátt ljós Þannig að hægra megin er þessi LED ljós Já og já þannig að bera saman bara sko hvernig þetta er en menn hafa samt séð fram á það sko við höfum verið að gera tilraunir með þessa þörunga það er samt náttúran vill hafa smá líka hvítuljósi svona bara þú veist það því plöntunar hafa eitthvað vanist það við vitum ekki af hverju en það er samt þörf á því sko og þetta er kannski eitthvað svolítið því tíminn er að búin en hérna sjáum við bara sko tómatar svona eins og við erum að kaupa á 6 í pakka 700 gram, það kosti út á búð svona 450 kíló og 405 krónur án virðisaukaskatts og þá var hann að spá í raforkuna aðeins og þá bara tökum við svona dæmigert gróðurhús 5.000 fermetrar, þetta er stórt, þetta getur að framlega 20% af tómatum á Íslandi raforkunotkun er 5,3 gigavast, það er eins og 1000 heimili og hámarksafl 1,2, þetta er bara eins og stór virki eða svona stór bændavirkjun skulum við kalla og þú veist þú, ef við erum með 500 svona gróðurhús þá ertu að tala eins og Kárahnjúkavirkjun dæmigerð uppskera það er kannski 300 tonn eða 60 kíló á fermetrin þannig að þú ert að nota minnskosti 18 kílóvattstundir á kíló tómat og síðan fá þér sko raforkuflutningin 1,7 krónur og ég er að giska á eitthvað 5,5 krónur, það er voðalega erfitt að fá upp úr garðyrkjubændur hvað er raunverulega að borga þetta er að trúnamál við því sem er að kaupa af en þetta þýðir það að við erum að tala um það kannski að raforkunotkun í tómatunum sé kannski 100 krónur í 1 kíló tómatum sem er stór hluti af heildarverðinu eða kannski alltaf 20-30% eða meira sko, þannig að þetta er mjög dýrt sko. En það er líka margt annað, það er eins og vinna og stjórnunarkostnaðar og það er fluttinn mold og vikur og allt fleira og koltvísýringin og þannig að þetta er ekki bara raforka, þannig að það er ekkert sjálfgefið að þó skiptum yfir á annað ljós að þó fá betri orkunýtingu, þá er ekki endilega þar með sagt að sko heildarframleiðslu verði lækki sko. Og við hefum tekið dæmi sko með paprikur, þetta er enda gömul rannsókn sko, en þið sjáu sko að hérna er annars vegar bara hefðbundnu ljós sko, þannig að það fengu tekjurnar af þeim. Þetta eru 2 mismunandi gerðir af paprikum og sömu hér sko, þá fengum við meira uppskeru með þessum ljósum en heldur en LED-ljósum sko. Það er komin þetta betri LED-ljósum að tekka fram sko, en svo kemur allur kostnaðurinn og sko, reiknar út sko hvað er kostnaðurinn per kíló, að þá var hann á pari svona við það sem þetta er, en þetta er eins og sko dýrara heldur en hér sko, þannig að þú ert að tapa með að nota LED-ljós, þannig að þetta er ekki alveg sjálfgefið, við þurfum að prófa sér áfram og finna út hvað borgar sig sko. Þannig að það er ekki gott ef allir hlaupa til og fjárfesta ykkur nýri tækni sem er kannski ekki alveg að virka en vissulega tæknin alltaf verið betri og betri.
og hérna það já. Svo annað verkefni sem það segja ykkur frá líka sem er mjög spennandi. Ég var að segja ykkur frá áburðismiði að hérna eins og segja fyrir 100 árum þá fundu menn þennan Haber-Bosch-ferli til að búi til ammóníak úr lofti og með vetni með því að þrýsta þið saman. Og þannig gátu menn búið til tilbúin áburð og hérna sem sagt eins og segja þetta notar alveg gríðarlega orku og megnið af vetninu er ekki unnið með rafgreiningu sem við gerðum hérna síðast áburðarverksmiðjan á Íslandi sem var hérna á Íslandi var síðasta áburðarverksmiðjan í heiminu sem notaði umhverfis svona raforku til að fá búið til vetni. En það var mjög dýrt sko, en Norðmenn gerðu þetta áður líka en þegar þeir fundu olíu þá fóru þeir bara að nota allt þetta gas sem þeir voru í vandræðum með til að framleiða áburð og seldu okkur svo hérna restina. En þarna er komin ný tækni sem og ég ætla bara að biðja ykkur að skoða þetta er Ammonia, þetta fyrirtæki sem að Háskóli Íslands og Nýsköpunarmiðstöð og fleiri eru að vinna þetta er svona startup fyrirtæki sem að nota tæknina á þeim. En þarna er verið að nota nýja tækni til þess að vinna bara beint köfnunum úr loftinu og þannig getur bara bóndinn á tæknina haft sína eigin vindmyllu út á akri, framleitt rafmagn, skilur engin sko tilbúin, engin olía eða kolefnislosun, heldur bara sustainable orka sko sem er umhverfisvæn, notuð til þess að framleiða köfnunum sem er síðan dreift út með vökunarkerfinu. Og þetta er að skala upp og þetta er algjör bylting. Ef þetta verður sko þá er þetta mesta bylting í landbúnaði í síðustu 100 ár. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt sko. Kaupið ykkur hlutabréf þetta kemur sko, þetta virkar. Þannig að þetta er svona það sem ég hef svona helst að segja á þessum verkefnum og ég veit ekki hvað við erum komið langt sko. Hérna, ég er búin að tala núna í klukkutíma eða meira. Ég er kannski orðið þreytt. Hérna, sem sagt framtíðin nýsköpun og hérna ég var nú eitthvað að spá í þetta það sem að mennum finnst vera mjög heitt í dag og kannski mikilvægast er þetta þessi samgöngur og flutningar þetta er það sem við erum alltaf að tala rafbílavæðinguna og fleira og hérna og við erum náttúrulega með sko hérna mikið háð sko flutningi og allir þessi ferski fiskur sem við erum að koma á markað við erum að fara að fljúga með hann sko og sko flug það er 50 sinnum meiri losun heldur en af bíl per kílómetr sem þú ert að flytja þannig að hérna á skipar það tekur langa tíma þannig að getur verið að við séum að fara búið til einhver loftskip eins og í gamla dag svona Hindenburg sem jafnvel sko bara fara út á miðjum og lenda á hafflötunum og taka í fisknum og fljúga á 10 tímum til London og bara koma með risastóra auglýsingu þegar við lendum hérna fljúgum við yfir London hérna ferskur fiskur frá Íslandi og svo bara meðan að það vart að sigla þá bara fólk borðið að sjálfvirka vélar að vinna fiskinn sko þannig að hann getur bara ekki orðið ferskari og miklu minni notkun af svona Hindenburg-förum menn hafa verið að spá í þetta mikið og þetta gengið þetta illa en ég veit að til dæmis Icelandair Cargo þeir fjárfestu fóru að vinna með einu stærsta framleiðandi í Bandaríkjunum á svona loftskip þeir voru alveg að spá í þetta með Grænland og svona það sem eru engir vegir og allt var að vera með skipum eða þyrlum sko. Og hérna svo erum við bara að hugsa lengra fram í framtíðina hvernig með alltaf þess að túrista ef ekki bara fara að senda þeim í hýperlúp hérna einhver svona pípa sem flýtur á sjónum sko, sem senda það hérna í lofttæmi í einhverjum rörum sko í staðan fyrir að fljúga og hérna og hvað með rafmagnsflugvélar í staðan fyrir eldsneyti eða eigum við bara að búið til umhverfisvænt eldsneyti og það er nú eitt sem að sumir stjórnmálamenn hafa talað og meira sér Píratar hérna mér fannst þetta voðalega snið hugmynd fyrst þannig að ég fór að skoða þetta en hún er afleitt og mér langar að koma og flytja aftur fyrirlest og skýra út af hverju mér finnst það afleitt hugmynd en það er til lítils að vera að lækka kolefnissporið okkar Íslendinga ef við margföldum það einhvers staðar annars staðar í staðinn það er bara illa sko, þá er bókhaldið farið að þvælast fyrir ef þú ert að auka heildarlosun í heiminum af því koltvísýringur þekkir engin landamæri hann bara fer út allt það er alveg saman, það er líka koltvísýringur á sko Norðurpólnum þó engin framleiðsla sé þar sko það helst ekki inn á landamæri þannig að bókhaldið getur verið að þvælast fyrir okkur en við þurfum alltaf að hugsa sko eins og þau sögðu í gamla daga sko hérna sko think globally but act locally sko þú veist alltaf að hugsa heiminn sko ekki bara nánast umhverfi sko svo líka eitt sem ég langar að spyrja ykkur hérna bara íslenski bílar við erum hérna á eyju 99% af bílum 99% af bílum sem eru hérna í Íslandi þeir eru ekkert að hérna fara út fyrir landsteinana við getum alveg verið með sko hérna bara línur í loftinu og svo bara eitthvað búnað sem tengir sig upp og fær rafmagn og svona rafgeima sko. Við getum alveg verið með okkar eigin lausnir í þessum málum sko.
Þannig að það er fullt af tækifærum sem við getum verið með hérna á Íslandi sem við þurfum bara að leyfa okkur að hugsa aðeins út fyrir bóksið. Svona eins og menn hafa í þessum verkefnum sýningur eins og til dæmis með ljósvörpuna, sko. Það er svona út fyrir bóksið, sko. Og hérna, en ég ætla að segja, sko, það er fullt af leiðum sem búið til umhverfisvænt eldsneyti og eina af þeim er til dæmis sem að Siglingastofnun byrjaði að gera. Það er hægt að rækta hérna repju sem er ákveðin svona jurt sem að gefur á sig olíu og það er hægt að nýta alla jurtina sem ýmist sem fæði, fóður fyrir skepnur og líka sem undirlag í fjósin hjá þeim, sko. Og svo bara olían bara auka afur, sko. Þannig að þú getur fengið tonn af olíu á hvern hektara. Og menn eru byrjað að prófa þetta hérna í Höfn í Hornafirði, þar sem menn eru útgerðin á líka kúabú, mjög stórt kúabú og flott, þar sem að menn rækta raunverulega repju og hérna framleiða olíu fyrir skipin sín og það bara, olían er bara, má sé gefins. Þeir reikna sér hann á sama verð og menn eru að kaupa þetta hér. En ef við ætlum að fara að framleiða umhverfisvænt eldsneyti með því að safna orku og nota raforku, þá myndi slíkt eldsneyti vantarlega að kosta svona 1500 krónur lítri. Ég held að sko útgerðin myndi hoppa hæð sína ef hún þurfti að borga svo mikið, hún hefur ekki efni á að borga sko einu sinni það sem að menn er að fara fram á í veiðigjöld, sko. Þannig að ég held að sem sagt vinna alls ekki snífið sem gróðri úr úrgangi og fleira og metanið. Það er hægt að taka metanið, af því við menn alltaf þarfum að hafa metanbíla, en það er hægt að taka metanið og breyta því í bensín og dísil og bara selja það inn á markaðinn, sko. Það þarf ekki allir að fara að bíða eftir að bílarnir breyti sér í metanbíla, sko. Þannig að það er ýmislegt hægt að spá í og ég sendi nú eina mynd hérna í lokum, sko. Það getur verið, eins og segir, sko, nýsköpun er ekki bara eitthvað tækni, heldur getur við til dæmis verið að við sjáum í dag alls markþjálfa og líka einkaþjálfar og svona, akkur ekki svona lífstílsþjálfar sem hjálpa mannum að lifa umhverfisvænan lífstíl, til dæmis með því að breyta úr hérna dýrafæði yfir í jurtafæði. Menn fá svolítið sjokk þegar sjá þessar tölur og ég var að leika mér, ég tók svona tölur sem að sko úr Hagstofunni. Þetta er svona frá 2016 hvað við borðum mikið, sko hver maður borða svona 80 kílógrúm af kjöt á Íslandi og þetta er svipað að vera hérna á Vesturlöndum. Og ef við reiknum svo kolefnisfótspori sem hver kíló gefur, þá er þetta hvorki meira með 1,2 til 1,3 tonn að meðaltali á mann, sem þýðir bara eins og þú þurfir að keyra 7 til 8.000 km á svona normal bensínbíl. Þannig að það getur vel verið sko bara það að fara að hjóla, ekki bara að þú spara bensínið, heldur verður líka að sko ef þú nota bara því með einn fit og borðar grænmeti í staðinn, þá getur þú komið á sama stað niður, sko. Þannig að það er ýmiss konar tækifæri, en það er margir sem finnst þetta að vera ógn. Og ég þekki það sjálfur en þess að ég er alltaf að glíma offitu og hefur verið með sykursýki, svo er ég að lesa sko hvað ég að gera, þá lækna segir mig, heyrðu, þú voru hægt að borða hérna kolvetni, þú voru að borða hérna rjóma og kjöt og svona, en svo fer ég að lesa erlendalækna og segja, nei, þú ert að borða baunir og salat og svona, bara kolvetni, enga dýraafurðir, og svo ég prófa þetta bara svínvirkar. Þetta er líka hollt, þetta er ódýrt, þetta er umhverfisvænt. Þannig að þetta þarf ekkert að vera slæmt, sko. Þannig að við þurfum aðeins að svona, já, hver þarf að finna eins og hún sagði Snjólaug sko Ólafsdóttir í byrjun hana, ef þú elskar að borða kjöt, gerðu það. Ef þú elskar að fara á jeppaðinum upp á hálendi, gerðu það. Þú þarft ekki að fórnansa, það er margt sem getur gert til þess að bæta lífið. Og þetta getur verið nýsköpun. Þannig að hann er verkfræðistofa að hjálpa fólki að finna út hvað það á að borða. Þannig að ég held að þetta verður bara lokaorðin. Nú voru spurningar eða eitthvað. Heyrast þær í streyminu? Spurningar og sal? Kannski, ég veit ekki. Já, með svona, að því að þú ert búinn að nefna svo margt, sko, að ég var að velta fyrir mér hérna svona hringrásar hönnun. Er einhver áhersla á það, eða? Þú nefndir einhver dæmi, svona notkun varma og brennisteins og úrgangs. Já, er einhver áhersla á það? Er einhver sjóðir til? Það er bara allt í dag. Ef þú sækir eitthvað hérna í Evrópusambandinu eða jafnvel á Íslandi, það er bara hringrásarhagkerfið, það er bara tískuorðið í dag, sko. Það er allt spurning hvernig þú getur gert úrgang að verðmætum. Endurnýtt allt, hvernig þú getur minnkað úrgang eða hvernig þú getur breytt úrgangi í verðmæti. Og ég getur nefnt dæmi að því veiðarfæri, sko. Hér erum við að endurnýta veiðarfærin, veiðarfærin er alltaf plast og það eru verið verkefni sem miðar að því að sko taka allt plastúrganginn úr netunum og endurnýta hann og jafnvel búið til
Adidas gerir það búið til svona íþróttaskó úr netadressum, en ég held að sé nú líka oft er að menn að kaupa sér ímynd. Já, því ég hef ekki fundið þessa skó í neinum skóbúðum, þessa netadressu íþróttaskó, sko. Svo er önnur spurning, það er að því að nú er mikið verið að huga að fiskeldi á Íslandi. Já. Og við höfum líka heyrt hugtakið sameldi, þar sem að fiskur og gróðurhús eru saman. Já. Eru einhverjar tilraunir í þessum? Já. Það hefur verið íslensk fyrirtæki að prófa þetta. Það hefur verið hjá sjávarklassanum út á Granda og svo sem að var með það, Ragnheiður Þórarinsdóttir, er núna orðin rektor Landbúnaðarháskólans og hún hefur verið í alþjóðlegu samstarfi við Evrópubörkunum með þetta einmitt að prófa svona þetta sameldi þar sem þú ert sko með fisk og notar þá sem sagt úrgangir á fisknum sem áburð á plönturnar og síðan eitthvað af þessum plöntum sem fóður fyrir fiskinn, sko, það er þessi afskurðin af grænmetinu og þetta getur verið mjög spennandi og alveg eins og öll ræktun í dag er orðið mikið sem bara vatnsrækt. Þetta er ekki alltaf ræktað í mold, en þetta er náttúrulega ekki hægt að skilgreina þetta sem lífræn ræktun, sko. Það er líka svolítið tíska í dag að fólk vil borða lífrænt, sko. Það er talið hollar og betra fyrir umhverfið. En já. Takk fyrir. Já. Hvað fleiri spurning? Ég vil spurningu, það er oft talað svona að setja kolefnisskatt á hitt og þetta og það virðist vera þannig að mjög mikið af umhverfisvænu kostunum bara er ekki hagkvæmir út af því að það er hægt að gera það mjög ódýrara með því að hafa heima. En ef kolefnisskatturinn myndi vera settur á, þá neytendur myndi þurfa kannski kaupa tómata á hærra verði eða eitthvað svoleiðis, kannski ég veit það ekki, 800 krónur kílóið eða eitthvað svoleiðis, það væri komið kolefnisskattur á þetta, en það myndi þú halda, það myndi þá ýta öllum svona, það myndi koma svona fjárhagslegur hvati til að gera hinn umhverfislegur. Mér finnst það mjög líklegt og við erum til dæmis að sjá það eins og til dæmis með þetta samevrópska ETS-kerfi, sko. Hugmyndin er þar að þeir sem er að menga eins og flugfélögunum svona á milli landa, það bara fá allt flug í Evrópu, það bara fær kvóta, mátt menga svona mikið, næsta ári verður þetta menga minna. Ef þú ætlar að menga meira, þá ertu að kaupa einhverjum öðrum, en það er hvati til að sko, þú farir að þróa einhverju tækni, að finna einhverja aðra lausnir, kaupa þér ódýrari flugvél sem að brennir minna og það var mitt í fréttunum daginn að WOW Air, þeir voru konum með fullt af kvóta sem þeir áttu og hann var alltaf núna verðmættur, hækkað úr 16 evrum held ég 24 milli ára tonnið og þeir náttúrulega seldu þennan kvóta frá sér réttur í gjaldþroti til þess að fá pening til að geta borgað út laun um mánaðamótin. En það var náttúrulega mjög heimskulegt að þeir hefðu þurft að kaupa nokkur seinna sama kvóta og jafnvel dýrara verði, sko. Þannig að þetta er hugmyndin með ETS-kerfinu að með því alltaf að þrengja innan og þá er það orðið hvati til þess að menn sjá sér hag í því að finna ódýrari lausn og þeir sem eru sóðar, þeir verða bara að borga fyrir það. Og það er kannski, já, en þetta mun þá koma mögulega niður á neytendunum í svona skammtíma eitthvað svona, ekki eins og kannski flug verður dýrara eða eitthvað svoleiðis. Já, það er mjög líklegt, sko. En til langtíma, eða svona vonandi, þá myndi einmitt verið ýtt á þróun á rafmagnsflugvélum. Já, menn fara að þróa hyperloop kerfið, sko, sem dreifum bara svona rör sem flýtur á sjónum, eða von í sjónum til Evrópu. Þannig að það er... Það er alltaf erfitt að selja þessa út af fólk er neytendur. Já, selja þessa hugmynd fyrir stjórnmálamenn að gera þetta, því að það er að segja, kjósið mig, ég mun gera flugferðir. Já, og þetta er alveg eins og við erum að tala, sko, nú er hann á orkupakkin gríðarlega vinsælt umræðum í dag og þar er meðal annars að vera að tala um sæstreng. Og ég var bara að hlusta á í dag Silfur Egils sem mér fannst óábyrgt af kollega mínum og verkfræðistétt að hann var að tala um það, sko, að menn getur jafnvel fengið 200 pund fyrir orkuna, sko. Við erum að selja í dag orku til stórið á $28 megawattstundina, sko. Og þetta er alveg gríðarlega hátt verð sem er miklu hærra en meðalverð í Evrópu, það er sem er í kringum eitthvað 50 eurur á megawattstundina, sko. Og þá var hann að tala um það sem að menn héldu hérna á fyrr, að því það er til dæmis þannig í Bretlandi að orka sem er til dæmis framleidd með kolum og gasi, hún fær skatt á sig. Þannig að sá peningurinn nota þess að greiða nýður sólarorku til dæmis. Þannig að ef þú ert í Bretlandi og ákveður að kaupa sólarorkusellur og fær gott lán til þess og setur upp í garðinu þér, þegar þú framleiðir orku fyrir sjálfan þig,
Það er ekki bara að fara ókeypis orkuna, það er sem maður bara fyrir fjárfestingum, heldur borgar orkufyrirtækið fyrir að kaupa ekki af sér orku heldur en að framleiða sjálfur. Og það er bara því að þeir eru þá bara skatlaðir sko fyrir að framleiða með gasi eða kolum og þeir nota þá bara peningin sko sem þeir fá í staðin fyrir að framleiða á sínum dreifikerfum með sólarorku til þess að beint til neytandans. Þannig á þetta virka, þetta er svo kallar feed-in tariff, eins og sjávarfallavirkjanir í Bretlandi og svona, þær eru gríðarlega dýr orka sem myndu aldrei geta keppt á almennum markaði, en með því að skattleggja þær og flytja peningin niðurgreiða það sem er umhverfisvænt og er nýtt og er ennþá í þróun og eftir að lækka í framtíðinni, þá getur þú fengið sko lægra verð. En við erum alltaf ekki þeirri stöðu hérna á Íslandi, en þess að 99% raforkuframleiðslu í Íslandi er sem sagt ekki kolefnislosandi eða gróðurhúsalosandi sko. Þá hefur það gerst eftir í Bretlandi að vindorka er komin á þann stað. Já. Það þarf ekki niðurgreiða. Já. Og þetta séu líka hér að vindorka hefur þróast mjög hratt en hún var svona niðurgreidd áður sko. Og hér er líka vindorka getur verið samkeppnisæf. Og eins og með sólarorku í Sahara, hún er ódýrar en gasorku við sko. Þannig að Sahara er bara í Sádi-Arabíu sko. Menn geta sko keyrt sólarcelluna á daginn og svo notað gasi sem kemur af olíuvinnslunni til þess að keyra á nóttunni því er að skipta sko. Þannig að þetta er hrað, heimurinn er að breyta sér og það er alltaf eins og segið, það er peningarnir sem ráða ferðinni sko. Það er sko, eins og fyrirvændi orkumálastjóri sagði, það er ekkert mál að búið til orku, en það er kunst að búið til ódýr orku. Og það er eitt af sustainable goal þeir segja, sko ekki sustainable, þetta affordable sustainable energy. Það er hann skiptir máli sko. Það er ekkert gagn í orku sem að kostar þig bara, þú veist, 100 skall á mánuði sko. Þú myndir freka bara að kaupa þér í Bíkó einhverja generator og kaupa bensín og keyra át á svölum hjá þér sko, til þess að búið til raman í frekan að kaupa eitthvað sko á tíföldu verðin sem þú vann sko. En þarna, þau voru Björn Leví og Eiríkur Rafn, sem er starfsmaður Inklusins, að með kolefnisskatt. Já. Varst það þeim myndi? Nei, ég mista á hann og ég fekk myndbandi, ég er bara því mér ekki búinn að horfa á það sko. Ég var að biðja það. Já, þarna, þá voru þeir að tala að þetta myndi vera þannig að það er bara eitthvað markmið. Ef íslensk fyrirtæki ná því markmið ekki, þá hækkar bara skatturinn. Og ef þið ná því, þá helst hann svo sami. Ef þið komast fram úr markmiðinu, þá hækkar skatturinn. Já, mjög skynsamlegt. Ég myndi vera fylgjandi því og við sjáum að þetta er raunverulega að gerast í vissu leyti sko, að það er alltaf verið að hækka kolefnisgjaldið á olíunni einmitt til þess að fá fólk til þess að finna rafmagnsbílinn hagkvæmari. En það er einhver þröskuldur sem að gera það verkum að fólk skipti, ég veit ekki. Við ættum nú alveg öll að fara bara á rafmagnsbíla sko. Ísland er svona ídeal land fyrir rafmagnsbíla sko, finnst mér. Sérstaklega þeir eru til og ódýrir og kemst allra þinn að ferða á því sko. Já, það var kostnaðurinn í framleiðslunni sem er vandamáli og það er náttúrulega ekki það mörg fyrirtæki að búa til. Nei, en það er vonandi að breytast. Volkswagen er fann að og það er líka annað sem er að þessi bílaframleiðendur þeir hafa sett, bara ríkisstjórnin sagði þú þarf bara, ef þú ætlar að flytja inn bíla til okkur þá þarf bara ákveðið próst að vera umhverfisvænt. Þannig að það setti ákveðin þrýsting á bílaframleiðendurna þeir segja við getum ekki bara framt bensín- og dísilbíla, við verðum að hluta okkar framleiðslu verður að vera þetta. Það er alltaf þessi efnahagslegi þrýstingu sem að rekum menn áfram sko. Takk fyrir þetta. Við skulum slökkva á straumi. Já. Það gerir maður endstream. Ekki þetta. Gott að sjá það hérna. Eitthvað fleiri spurningar? Það er tæmlaki.